Brennunjáls saga. Fyrsti kapítuli Mörður hét maður er kallaður var Gígja. Hann var sonur Sighvatsins rauða, hann bjó að Velli á Rangárhólum. Hann var ríkur höfðingi og málafylgjumaður mikil og svámikil lögmaður, að engir þóttu löglegir dómar dæminir nema hann væri við. Hann átti dóttur eina er Unnur hét. Hún var væn kona og kurteis og vel að sér og þótti sá bestur kostur á Rangárhólum. Nú víkur sögunni vestur til Breiðafjarðardala. Maðurinn nefndur Höskuldur, hann var Dalakólsson. Móðir hans hét Þorgerður og var dóttir Þorsteins rauða, Ólafssonar hins hvíta, Ingjaldssonar Helgasonar. Móðir Ingjalds var Þóra, dóttir Sigurðar Orms í Augu Ragnarssonar Lóbrókar. Uðurinn Djúpuga var móðir Þorsteins rauðs, dóttir Ketils Flatnes Bjarnasonar Bunu. Höskuldur bjó á Höskuldsstöðum í Laxárdal. Hrútur hét bróðir hans, hann bjó á Hrútsstöðum. Hann var samæður við Höskuld, faðir hans var Herjólfur. Hrútur var vænmaður, mikil og sterkur, vígur vel og hógvar í skapi, mannavitrastur, harðráður við óvini sína en tillega góður innan stærri mála. Það var einu hverju sinni að Höskuldur hafði vínaboð og þar var Hrútur bróðir hans og satt hitt næsta honum. Höskuldur átti sér dóttur Hallgerður hét, hún lék sér á gólfinu við aðrar meyjar. Hún var hríð sínum og mikil vexti og hárið svo fagurt sem silki og svo mikill að það tók ofan á belti. Höskuldur kallar á hana. Far þú hingað til mín, sagði hann. Hann gekk þegar til hans. Hann tók undir kverkina og kyssti hana. Síðan gekk hún í braut. Þá ræddi Höskuldur til Hrúts. Hversu lísk þér á mig þessa? Þykir þér eigi fögur vera? Hrútur tagði við. Höskuldur innti til annað sinn. Hrútur svaraði þá, ærit fögur er maður sjá og munu margir þess gjalda, en hitt veit ek eigi hvaðan þjófsaugu eru komin í ættirvarar. Þá reiddist Höskuldur og var fátt með þeim bræðrum nokkurra hríð. Bræður Hallgerðar voru þeir Þorleikur, faðir Bolla og Ólafur faðir Kjartans og Bárður. Annar kapítuli. Þetta var einu hverju sinni að þeir bræður riðu til alþingis, Höskuldur og Hrútur. Þar var fjölmenni mikill. Þá ræddi Höskuldur við Hrút. Það vilda ég, bróðir, að þú bættir ráð þitt og bæðir þér konu. Hrútur segir, lengi hefur mér það í hug verið og hefur mér þó tvennt sýnsk. En nú vil ég gera að þínu skapi eða hvar skulu við á leita. Höskuldur svaraði, hér eru nú höfðingjar margir á þingi og er gott að velja, en þó hefi ég í einum stað ástofnað fyrir þína hönd. Kona heitir Unnur og er dóttir Marðar Gígju hins vitrasta manns og er hann hér á þingi og svá dóttir hans og mátt þú nú sjá hana ef þú vil. Og annan dag eftir menn gengu til lögréttu, þá sá þeir konur úti hjá rangaengabúð, vel búnar. Þá mælti Höskuldur við Hrút. Þar er hún nú, Unnur er ekki sagða þér frá, eða hversu lísk þér á hana. Vel, sagði hann, en eigi veit ég hvátt við eigum heil sama. Síðan ganga þeir til lögréttu. Mörður Gígja mælti lögskil að vanda sínum og gekk heim til búðar sinnar. Höskuldur stóð upp og Hrútur og gengu til búðar Marðar og inn í búðina. Mörður satt í innanverðri búðinni, þeir kvöddu hann stóð upp í móti þeim og tók í hönd Höskuldi og settist hann niður hjá honum, en Hrútur satt í næsta Höskuldi. Síðan töluðu þeir margt og komu þar niður ræður Höskulds að, ég mæli til kaupa við þig, ég vil Hrútur gerast mágur þinn og kaupa dóttur þína, og skal ég ekki mitt til spara. Mörður svaraði, veit ég að þú ert höfðingi mikil, en bróðir þinn er mér ókunnigur. Höskuldur mælti, framar er hann en ég. Mörður mælti, mikill munt þú verða fram að leggja með honum, því að hún á allan arf eftir mig. Eigi þarf og lengi að bíða hvað ég skal ákveða, sagði Höskuldur. Hann skal hafa Kambsnes og Hrútsstaði og upp til Þrándargils. Hann á og kaupskip í siglingum. Hrútur talaði þá til Marðar. Hugsa svá bóndi að bróðir minn mun mér mjög hafa framhaldið fyrir ástarsakir,
en ef þér viljið gera málið að álitum þá vil ég að þér gerið kostinn. Mörður svaraði, hugsað hefi ég kostinn, hún skal hafa 6-10 hundraða og skal aukast þriðjungi í þínum garði, en ef þitt eigið erfingja, þá skal vera helmingarfélag með ykkur. Hrútur mælti, þennan kost vil ég og höfum nú vátta við. Síðan stóðu þeir upp og tókust í hendur og kvastaði Mörður Hrúti dóttur sína, unni og skildi boð vera hálfum mánaði eftir mitt sumar at marðar. Nú ríða þeir heim af þingi hárri tveggju og ríða þeir vestur hjá Halbjarnarvörðum. Þá reið í móti þeim Þjóstólfur, sonur Bjarnar Gulbura úr Reykjardal, og sagði þeim skipkvámu í Hvítá, og var þar kominn Össur, föðurbróðir Hrúts, og vildi að Hrútur kæmi til fundar við hann sem skjótast. En Hrútur spurði þetta, þá bað hann Höskuld fara til skips með sér. Höskuldur fór og þeir báðir, en þeir komu til skips, fagnar Hrútur Össuri frænda sínum vel og blíðlega. Össur bauð þeim inn í búð að drekka, síðan var tekið af hestum þeirra og gengu þeir inn og drukku. Hrútur mælti til Össurar, nú skalt þú ríða vestur með mér, frændi, og vera með mér í vetur. Eigi hendir sá, segir hann, því að ég segi þér lát Eyvindar bróður þíns, en hann leiddi þig til arfs á Gulaþingi og munu nú taka óvinir þínir ef þú kemur eigi til. Hvað skal nú til ráða, bróðir, sagði Hrútur. Þykir mér nú vandask málið, ég hefin áður ráðið brúðhlaup mitt. Höskuldur mælti, þú skalt ríða suður til fundar við Mörð og bið hann að þitt skipið máldaga annan og setji hún 3 vetur í festum, en ég mun ríða heim og flytja vöru þína til skips. Hrútur mælti, nú vil ég að þú takir mjöl og við og slíkt annað sem þér líkar af varningi. Hrútur lét taka hesta sína og reið hann suður, en Höskuldur reið heim vestur. Hrútur kom austur í Rangárvölu til Marðar og hafði þar góðar viðtökur. Hrútur segir Merði allt efni sitt og bað hann ráð á leggja. Mörður sagði, hversu mikið fé þetta? Hrútur sagði vera 200 marka. Ef hann fengi allt. Mörður mælti, mikið það í móti erðinni minni og skalt þú víst fara ef þú vil. Síðan breyttu þeir máldaganum og skildi hún setja 3 vetur í festum. Nú riður Hrútur til skips og við skip sumarið, þar til búið var. Höskuldur færði fé allt til skips það sem Hrútur átti. Hrútur fékk Höskuld í hendur fjárvarðveislu sína vestur þar meðan hann væri utan. Reið Höskuldur heim til bús síns, litlu síðar gaf þeim byr og sigla þeir í haf. Þeir váru úti 3 vikur og komu að við Hernar og sigldu síðan austur til Víkur. 3. kapítuli. Haraldur Gráfeldur réð fyrir Noregi. Hann var son Eiríks blóðöxar, Haraldssonar hársvara. Gunnhildur hét móðir hans og var dóttir Össurar Tota. Þau höfðu atsetu austur í konungahellu. Nú spurðist skipkváman austur þangað til Víkrinnar, og þegar þetta spyr Gunnhildur frétti hún eftir hvað íslenskra manna væri á skipi. Henni var sagt að Hrútur hét maður og var bróðurson Össurar. Gunnhildur mælti, ég veit görla, hann mun heimta erfð sína, en sá maður hefur að verðveita sóti heitir. Síðan kallar hún á skósvein sinn Ögmundur hét. Ég vil senda þig til Víkrinnar á fund Össurar og Hrúts og seg að ég býð þeim báðum til mín í vetur og ég vil vera vin þeirra. Og ef Hrútur fer mínum ráðum fram, þá skal ég sjá fémál hans og það annað hann tekur til henda, og skal og koma honum fram við konungin. Síðan fór hann og kom á fund þeirra, en þegar þeir vissu að hann var sveinn Gunnhildar, tóku þeir vel við honum. Hann sagði þeim endi sín af hljóði. Síðan töluðu þeir leynilega ráðagerð sína og græddi Össur við Hrút. Svá lísk mér frændi sem nú muni við hafa gjört ráð okkar, því að ég kann skapi Gunnhildar
Jafnt skjótt sem við viljum eigi fara til hennar mun hún reka okkur úr landi, en taka fé okkar allt með ráni. En ef við förum til hennar, þá mun hún gera okkur slíka sæmd sem hún hefur heitið. Ögmundur fór heim, og hann fann Gunnhildi, sagði hann henni örindislok sín og það að þeir myndu koma. Gunnhildur mælti: slíks var ván, því að Hrútur vitur maður sagður og vel að sér. En nú haf þú njósn af nær þeir koma til bæjarins, og seg mér. Þeir Hrútur fóru austur til konungahellu, en þeir komu þar, gengu í móti þeim frændur og vinir og fögnuðu þeim vel. Þeir spurðu hvort konungur væri í bænum, þeim var sagt að hann var þar. Litlu síðan mættu þeir Ögmundi, hann sagði þeim kveðju Gunnhildar og það með að hún myndi eigi bjóða þeim fyrr en þeir hefði fundið konung fyrir orðs sakir. Að svá þykki sem grípa gulli á við þá, en mun þó til leggja slíkt sem mér sýnisk, og veri Hrútur djarmaltur við konung og byði hann hirðvistar. Hér og tignarklæði hún sendi þér Hrútur, og skalt þú í þeim ganga fyrir konungin. Síðan fór hann aftur. Annan dag eftir gekk mælti Hrútur: göngum fyrir konung. Það má vel, sagði Össur. Þeir gengu 12 saman og váru þeir allir frændur þeirra og vinir. Þeir komu í höllina konungur satt yfir drykkju. Gekk Hrútur fyrstur og kvaddi konungin. Konungur hugði vandlega að manninum vel var búinn og spurði hann að nafni. Hann nefnir sig: ert þú íslenskur maður, sagði konungur. Hann sagði að svo var. Hann hvatti þig hingað á várun fund, að sjá tign yðra herra og það annað að á erfðamál mikill hér í landi, og mun yðvar verða við að njóta að fá rétt af. Konungur segir: hverjum manni hefi heitið lögum hér í landi, eða hver eru fleiri örendi þín á várun fund? Herra, sagði Hrútur, vil biðja yður hirðvistar og gerask yðvar maður. Konungur þagnar við. Gunnhildur mælti: svá lísk mér sem sjá maður bjóðið yður inna mestu sæmð, því að mér lísk svá ef slíkir væri margir innan hirðar, sem þá væri vel skipað. Hann vitr maður, sagði konungur. Bæði hann vitr og framgjarn, segir hún. Það þykir mér sem móðir mín vilji að þú fáir naftbót slíka sem þú mælir til. En fyrir tignarsakir várar og landssíðar, þá kom þú til mín á hálfsmánaðar fresti, skalt þú þá gerast hirðmaður minn, en móðir mín haldi þér kost þar til, og kom þá á minn fund. Gunnhildur mælti við Ögmund: fylg þú þeim til húsa minna og ger þeim þar góða veislu. Ögmundur gekk út og þeir með honum, og fylgdi hann þeim í eina steinhöll. Þar var tjaldað fersta borða. Þar var og hásæti Gunnhildar. Þá mælti Ögmundur: nú mun það sannask sagða þér frá Gunnhildi. Hér hásæti hennar, og skalt þú í setjask, og halda máttu þessu sæti, þótt hún komi sjálf til. Síðan veitti hann þeim veislu. Þeir höfðu skamma hríð setið áður þar kom Gunnhildur. Hrútur vildi upp spretta og fagna henni. Sitt þú, segir hún, og skalt þú jafnan þessu sæti halda, þá þú ert í boði mínu. Síðan settist hún hjá Hrúti og drukku þau. Og kveldið mælti hún: þú skalt liggja í lofti hjá mér í nótt, og við tvö saman. Þér skuluð slíkur ráða, sagði hann. Síðan gengu þau til svefns, og læsti hún þegar loftinu innan, og sáfu þau þar nóttina. En morguninn fóru þau til drykkju, og allan halvan mánuð lágu þau þar, tvö ein í loftinu. Þá mælti Gunnhildur við þá menn þar váru: þér skuluð engu fyrir týna nema lífinu, ef þér segið nokkurum frá hagi vára Hrút. Hrútur gaf henni 100 álna hafnarváðar og 12 varafeldi. Gunnhildur þakkar honum gjöfina. Hrútur gekk í braut og minntist við hana áður og þakkaði henni. Hún bað hann vel fara.
Og daginn eftir gekk hann fyrir konung við 30 manna og kvaddi konung. Konungur mælti, nú munt þú vilja að ég efna við þig Hrútur, það sem ég hét þér. Síðan gerðist hann hirðmaður. Hrútur mælti, hvar skal ég sitja? Móðir mín skal því ráða, sagði konungur. Síðan gekk honum inn sæmilegsta sess, og var hann með konungi vetrin vel metinn. 4. kapítuli. Várið spurði hann til sóta að hann var farin suður til Danmerkur með erðina. Þá gekk Hrútur á fund Gunnhildar og segir henni frá ferðum hans. Gunnhildur mælti, ég mun fá þér 2 langskip, skipið mönnum og þar með inn hraustata mann, Úlf Óþvein gestahöfðingja var hún, en þó gakk þú að finna konung áður þú farir. Hrútur gerði svá og hann kom fyrir konung, þá segir hann konungi ferðir sóta og það með að hann ætlar eftir honum að halda. Konungur mælti, hvern styrk hefur móðir mín til lagið með þér? Langskip 2 og fyrir liðinu Úlf Óþvein, segir Hrútur. Vel þess fengið, segir konungur, nú vil ég gefa þér önnur 2 skip og munt þú þó þurfa þessa liðs alls. Síðan fylgdi hann Hrúti til skips og mælti, farið þér vel, síðan sigldi Hrútur liði sínu suður. 5. kapítuli. Atli hét maður, hann var son Arnviðar jarls úr Gautlandi innu eystra. Hann var hermaður mikil og lá úti austur í leginum. Hann hafði 8 skip. Faðir hans hafði haldið sköttum fyrir Hákoni Aðalsteins fóstra og stukku þeir feðgar til Gautlands úr Jamtalandi. Atli hélt liðinu úr leginum út Stokksund og svá suður til Danmerkur og liggur úti í Eyrarsundi. Hann var og útlagi bæði Danakonungs og Svíakonungs af ránum og manndrápum hann hafði gjört í hvárutveggja ríkinu. Hrútur hélt suður til Eyrarsunds og hann kom í sundið, sér hann fjölda skipa í sundinu. Þá mælti Úlfur, hvað skal nú til ráða taka Íslendingur, halda fram ferðinni, segir Hrútur, því að ekki dugir ófreistað, skal skip okkar ösurar fara fyrst, en þú skalt leggja fram sem þér líkar. Sjaldan hefi ég aðra haft en að skildi fyrir mér, segir Úlfur, leggur fram skeiðina jafnt fram skipi Hrúts og halda svá fram í sundið. Nú sjá þeir í sundinu að skip fara að þeim, þeir segja Atla, hann svaraði, þá gefur vel til fjár að vinna og reki menn af sér tjöldin og búisk við sem hvatlegast á hverju skipi, en skip mitt skal vera í miðjum flotanum, segir Atli. Síðan renna fram skipin og þegar hvárin á máli annara stóð Atli upp og mælti, þér farið óvarlega, sáð þér eigi að herskip váru í sundinu, eða hvert nafn höfðingja Yðvars. Hrútur sagði til sín, hvers maður þú, segir Atli. Hirðmaður Haralds konungs Gráfeldar, segir Hrútur. Atli mælti, lengi höfum við feðgar eigi kærir verið Noregs konungum yðrum. Ykkar ógjafa það, segir Hrútur. Sá hefur borið saman fundvarn, segir Atli, að þú skalt eigi kunna frá tíundum að segja, og þreif upp spjót og skaut á skip Hrúts og hafði sá bana fyrir varð. Síðan tókst orusta með þeim og sóttist þeim seint skip þeirra Hrúts. Úlfur gekk vel fram og gerði ýmist hjó eða lagði. Ásólfur hét stafnbúi Atla, hann hljóp upp á skip Hrúts og varð 4 manna bani áður Hrútur var við. Sneri hann þá í móti honum, en þeir fundusk lagði Ásólfur í skjöld Hrúts og í gegnum, en Hrútur hjó til Ásólfs og varð það banahögg. Þetta sá Úlfur Óþvein og mælti, bæði nú Hrútur að þú heggur stórt enda átt þú mikill að launa Gunnhildi. Þess varir mig, segir Hrútur, að þú mælir feigum munni. Nú sér Atli beran váttstað á Úlfi og skaut spjóti í gegnum hann. Nú tekst orusta mikil, Atli hleypur upp á skip að Hrúti og risk fast, og nú snýr í móti honum ösur og lagði til hans og fell sjálfur á bak aftur, því að annar maður lagði til hans. Hrútur sneri nú í móti Atla, hann hjó þegar í skjöld Hrúts og klauf alla niður, þá gekk Atli steinshögg
Þá fékk Atli steinshögg á höndina og féll niður sverðið. Hrútur tók sverðið og hjó undan honum fótinn, síðan veitti hann honum banasár. Þar tóku þeir fé mikið og höfðu með sér 2 skip, þau best váru og dvöldusk þar litla hríð síðan. Þeir sóti fórust hjá og hélt hann aftur til Noregs og kom við Limgarðssíðu og gekk þar á land. Þar mætti hann Ögmundi sveini Gunnhildar, hann kendi hann þegar og spyr: Hversu lengi ætlar þú hér að vera? 3 nætur, segir sóti. Hvert ætlar þú þá, sagði Ögmundur. Vestur til Englands, segir sóti, og koma aldrei til Noregs meðan ríki Gunnhildar er. Ögmundur gekk í braut og fer á fund Gunnhildar, því að hún var þaðan skammt á veislu og Guðröður son hennar. Ögmundur sagði Gunnhildi frá ætlan sóta, hún bað Guðröð taka hann af lífi. Guðröður fór þegar og kom á óvart sóta og lét leiða hann á land upp og festa þar upp, en tók féið og færði móður sinni. Hún fekk til menn að færa féið allt til konungahellu, síðan fór hún og þangað. Hrútur hélt aftur of haustið og hefur fengið of fjár og fór þegar á fund konungs og hafði af honum góðar viðtökur. Hann bauð þeim að hafa af slíkt sem þau vildi, en konungur tók af þriðjunginn. Gunnhildur segir Hrúti að hún hafði tekið erfðina en látið drepa sóta. Hann þakkaði henni og gaf henni allt hálft við sig. Sjötti kapítuli. Hrútur var með konungi vetrinn í góðu yfirlæti, en váraðisk gerðisk hann hljóður mjög. Gunnhildur fann það og mælti til hans: þau váru 2 saman, ert þú hugsjúkur, Hrútur, sagði hún. Það sem mælt segir Hrútur, að illt þeim á Ólandi alin. Vilt þú til Íslands, segir hún. Það vil ég, sagði hann. Átt þú konu nokkura út þar, segir hún. Eigi það, sagði hann. Það hefi ég þó fyrir satt, segir hún. Síðan hættu þau talinu. Hrútur gekk fyrir konung og kvaddi hann. Konungur mælti: Hvað vilt þú nú, Hrútur? Ég vil beiðask, herra, sagði Hrútur, að þér gefið mér orlof til Íslands. Mun þinn sómi þar meiri en hér, segir konungur. Eigi mun það, sagði Hrútur, en það verður hver að vinna ætlað er. Við ramman mun reip að draga, segir Gunnhildur, og leyfið þér honum að fara sem honum gegnir best. Þá var ært illa í landi, en þó fekk konungurinn honum mjöl sem hann vildi hafa. Nú býsk hann út til Íslands og ösur með honum, og þeir váru albúnir gekk Hrútur að finna konung og Gunnhildi. Hún leiddi hann á einmæli og mælti til hans: Hér gullhringur ég vil gefa þér, og spennti á hönd honum. Marga gjöf góða hefi ég af þér þegið, segir Hrútur. Hún tók hendinni háls honum og kyssti hann og mælti: Ef ég á svo mikið vald á þér sem ég ætla, þá legg ég það á við þig að þú megir engri munúð fram koma við konu þá þú ætlar þér á Íslandi. En fremja skalt þú mega vilja þinn við aðrar konur, og hefur nú hvorki okkar vel. Þú trúðir mér eigi til málsins. Hrútur hló og gekk í braut. Síðan gekk hann til móts við konung og þakkaði honum. Konungur mælti vel til hans og bað hann vel fara og hvað Hrút vera hinn röskvasta mann og vel kunna að vera með tygnum mönnum. Hrútur gekk þegar til skips og sigldi í haf og gaf honum vel byri og tóku Borgarfjörð. En þegar skip var landfast reið Hrútur vestur heim, en Össur lét ryðja skipið. Hrútur reið á Höskuldstaði. Höskuldur tók við honum vel og segir Hrútur honum allt ferðir sínar. Síðan sendu þeir mann austur til Marðar Gígju að búask við boði, en þeir riðu síðan bræður til skips og sagði Höskuldur Hrúti fjárhagi sína og hafði mikill á græðsk meðan hann var í brautu. Hrútur mælti: minni munu verða launin en vert væri, en fá vil ég þér mjöl svá sem þú þarft í búð þitt í vetur. Síðan réðu þeir skipinu til hluns og bjöggu
en færðu allan varninginn vestur til Dala. Var Hrútur heima á Hrútsstöðum til 6 vikna. Þá bjöggust þeir bræður og Össur með þeim til að ríða aust til brúðhlaups Hrúts og riðu við 60 manna. Þeir riðu þar til þeir komu austur á Rangárvölu. Þar var fjöldi fyrirboðsmanna, skipuðusk menn þar í sæti, en konur skipuðu pall og var brúðurinn döpr heldur. Drekka þeir veisluna og fer hún vel fram. Mörður greiðir fram heimannfylgju dóttur sinnar og reið hún vestur með þeim. Þau riðu þar til þau komu heim. Hrútur fekk henni ölráð í hendur fyrir innan stokk og líkaði það öllum vel. En fátt var með þeim Hrúti og samfarar og fer svo fram allt til várs. Og þá váraði átti Hrútur för á Vestfjörðu að heimta fyrir varning sinn, en áður hann fór heiman talar kona hans við hann. Hvaft ætlar þú aftur að koma áður menn ríða til þings? Hvað að því, segir Hrútur. Ég vil ríða til þings, segir hún, og finna föður minn. Sá skal þó vera, sagði hann, og mun ég ríða til þings með þér. Vel það og, segir hún. Síðan reið hann heiman og vestur í fjörðu og byggði allt féð og reið heim síðan. Og hann kom vestan, þá býr hann sig til alþingis og lét ríða með sér alla nábúa sína. Höskuldur reið og bróðir hans. Hrútur mælti við konu sína: ef þér jafn mikil hugur á að fara til þings sem þú lést, þá bú þú þig og ríð til þings með mér. Hún bjó sig skjótt og síðan ríða þau uns þau komu til þings. Unnur gekk til búðar föður síns. Hann fagnaði henni vel, en henni var skapþungt nokkurt, og hann fann það, mælti hann til hennar: Séð hefi ég þig með betra bragði, eða hvað býr þér í skapi? Hún tók að gráta og svaraði engu. Þá mælti hann við hana: til hvers reitt þú til þings, ef þú vil eigi segja mér trúnað þinn, eða þykir þér eigi gott vestur þar? Hún svaraði: gefa mundi ég til alla eigu mína að ég hefða þar aldrei komið. Mörður mælti: þessa mun ég skjótt viss verða. Þá sendi hann mann eftir þeim Höskuldi og Hrúti. Þeir fóru þegar, og þeir komu á fund Marðar, stóð hann upp í móti þeim og fagnaði þeim og bað þá sitja. Töluðu þeir lengi og fór tal þeirra vel. Þá mælti Mörður til Hrúts: hví þykir dóttur minni svo illt vestur þar? Hrútur mælti: segi hún til ef hún hefur saka giftir nokkurar við mig. En þær urðu engar uppbornar við Hrút. Þá lét Hrútur eftir spyrja nábúa sína og heimamenn hversu hann gerði til hennar. Þeir báru honum gott vitni og sögðu hana eina ráðu öllu því sem hún vildi. Mörður mælti: heima skalt þú fara og una vel við ráð þitt, því að honum ganga vitni betur en þér. Síðan reið Hrútur heim af þingi og kona hans með honum, og var nú vel með þeim sumarið. En þá vetraði, þá dró til vanda með þeim, og var þess verr meir leið á várið. Hrútur átti enn ferð vestur í fjörðu og lýsti því að hann myndi eigi til alþingis ríða. Unnur kona hans talaði fátt Hrútur fór þá hann var til þess búinn. 7. kapítuli. Nú líður til þings framan. Unnur talaði við Sigmund Össurason og spurði ef hann vildi ríða til þings með henni. Hann kvesk eigi ríða mundu ef Hrúti frænda hans þætti verð. Því kvadda ég þig til að ég að þér helst allra manna, segir hún. Hann svaraði: gera mun ég þér kost á því, þú skalt ríða vestur með mér aftur og hafa engi undirmál við Hrút eða mig. Hún hét því, síðan riðu þau til þings. Mörður var á þingi faðir hennar. Hann tók við henni alvel og bað hana vera í búð sinni meðan þingið væri. Hann gerði svá. Mörður mælti: hvað segir þú mér frá Hrúti félaga þín? Hún svaraði: gott má ég frá honum segja, það allt honum sjálfrátt. Mörður varð hljóður við: hvað býr þér í skapi, dóttir? Segir hann: því að ég sé að þú vilt að engi viti nema ég, og munt þú trúa mér til best til óráða þitt mál. Þá gengu þau á tal. Þar engin menn heyrðu þeirra viðurmæli.
Þá mælti Mörður til dóttur sinnar: Seg þú mér nú allt það á meðal ykkar og lát þér það ekki í augu vaxa. Sá mun verða, segir hún. Ég vilda segja skilit við Hrút og má ég segja þér hverja sök ég má helst gefa honum. Hann má ekki hjúskaparfar eiga við mig, sá að ég mega njóta hans, en hann að allri náttúru sinni annari sem innir vöskustu menn. Hversu má svo vera, segir Mörður, og seg en gjör. Hann svarar: þegar hann kemur við mig, þá hörund hans svo mikill að hann má ekki eftirlæti hafa við mig. En þó höfum við bæði breytni til þess á alla vega að við mættum njótask, en það verður ekki. En þó áður við skilum sýnir hann það af sér að hann í æði sínu rétt sem aðrir menn. Mörður mælti: vel hefur þú nú gjört þú sagðir mér, og mun ég leggja ráð á með þér, það þér mun duga, þú kannt með að fara og bregðir þú hvergi af. Nú skalt þú heim ríða fyrst af þingi, og mun bóndi þinn heim komin og taka við þér vel. Þú skalt vera við hann blíð og eftirmál, og mun honum þykja góð skipan á komin, þú skalt enga fáleika á þér gera. En þá várar skalt þú kasta á þig sótt og liggja í rekkju. Hrút mun engum getum vilja leiða sóttarfar þitt og ámæla þér í engu, heldur mun hann biðja að allir geymi þín sem best. Síðan mun hann fara í fjörðuvestur og Sigmundur með honum, og mun hann flytja allt fé sitt vestan úr fjörðum og vera í brautu lengi sumars. En þá menn ríða til þings, og þá allir menn riðnir úr dölum, þeir ríða ætla, þá skalt þú rísa úr rekkju og kveðja menn til ferðar með þér. En þá þú full albúin, þá skalt þú ganga til hvílu þinnar og þeir menn með þér sem förunautar þínir þú skalt nefna vátta hjá rekkjustokki búanda þíns og segja skilit við hann lagaskilnaði, sá sem framast má að alþingismáli og allsherjar lögum. Slíka váttnefnu skalt þú hafa fyrir karldyrum, síðan ríð þú í braut og ríð Laxárdalsheiði og svá til Holtavörðu heiðar, því að þín mun eigi leitað til Hrútafjarðar, og ríð þar til þú kemur til mín, og mun ég þá sjá fyrir málinu, og skalt þú aldrei ekki síðan koma honum í hendur. Nú ríður hún heim af þingi, og Hrút heim komin og fagnaði henni vel. Hún tók vel máli hans og var við hann blíð. Þeirra samfarar váru góðar þau misseri, en váraði tók hún sótt og glaðisk í rekkju. Hrút fór í fjörðuvestur og bað henni virkða áður. Nú kemur að þingi bjó hún ferða sinna í braut og fór með öllu svá sem henni var fyrir sagt og gríður á þing síðan. Herasmenn leituðu hennar og fundu hana eigi. Mörður tók við dóttur sinni vel og spurði hana hversu hún hefði með farið ráðagerð hens. Hvergi hefi ég af brugðið, segir hún. Hann gekk til lögbergs og sagði skilit lagaskilnaði með þeim að lögbergi. Þetta gerðu menn að nýjum tíðendum. Unnur fór heim með föður sínum og kom aldrei vestur þar síðan. Kapli 8. kapituli. Hrút kom heim og brá mjög í brún, kona hans var í brautu og var þó vel stilt og var heima öll misseri og rjesk við engan mann sitt mál. Annað sumar eftir reið hann til alþingis og Höskuldur, bróðir hans, með honum og fjölmenntu mjög. En hann kom á þing, þá spurði hann hvort Mörður Gígja væri á þingi. Honum var sagt að hann var þar og ætluðu allir að þeir myndi tala mál sín, það var ekki. Hvern dag menn gengu til lögbergs, nefndi Mörður sér vátta og lýsti fésök og hendur Hrúti fémál dóttur sinnar og taldi 9, 10, 100 fjár, lýsti hann til gjalda og til útgreiðslu og lét varða 3 marka útlegð. Hann lýsti í fjórðungsdóm þann sem sökin átti í að koma að lögum, lýsti hann löglýsing og í heyranda hljóði að lögbergi. En hann hafði þetta mælt, svaraði Hrútur. Meira sækir þú þetta mál með fjárágernd og kappi en heyrir til dóttur þinnar, heldur en með góðvild eða drengskap, enda mun ég hér láta nokkurt í móti koma, því að þú hefur eigi fé í hendi þér, það ég fer með.
Mæli ég svo fyrir að þeir sé allir heyrandi váttar hjá eru að Lögbergi að ég skora þér á hólm, skal við liggja mundurinn allur og þar legg ég í móti annað fé jafnt mikið og eigi svo hvort tveggja féið af öðrum ber. En ef þú vil eigi berjask við mig, þá skalt þú af allri fjárheimtunni. Þá þagnaði Mörður og grésk við vini sína hólmgönguna. Honum svaraði Jörundur goði, eigi þarft þú við oss ráð að eiga þetta mál, því að þú veist, ef þú bersk við hrút, þá munt þú bæði láta lífið og féð. Honum vel farið, hann mikil af sjálfum sér og manna fræknastur. Þá kvað Mörður það upp að hann mundi eigi berjask við hrút, þá varð óp mikill að Lögbergi og óhljóð og hafði Mörður af mestu svívirðing. Og síðan ríða menn heim af þingi. Þeir bræður riðu vestur til Reykjardals, Höskuldur og Hrútur og gistu að Lundi. Þar bjó Þjóstólfur sonur Bjarnar Gulbera. Regn hafði verið mikill daginn og höfðumenn orðið vátir og váru gjörfir langeldar. Þjóstólfur bóndi satt í meðal þeirra Höskulds og Hrúts, en sveinar tveir léku á gólfinu. Það váru veislusveinar Þjóstólfs, og lék mær ein hjá þeim. Þeir váru málgir mjög því að þeir váru óvitrir. Annar þeirra mælti, ég skal þér Mörður vera og stefna þér af konunni og finna það til foráttu að þú hafir ekki sorðitt hana. Annar svaraði, ég skal þér Hrútur vera, tel ég þig af allri fjárheimtunni, ef þú þorir eigi að berjask við mig. Þetta mæltu þeir nokkurum sinnum, þá gerðist hlátur mikil af heimamönnum. Þá reiddist Höskuldur og laust sveinin með sprota, þannig Mörður nefndist, en sprotin kom í andlitið og sprakk fyrir. Höskuldur mælti við sveinin, verð úti og drag engan spott að oss. Hrútur mælti, gakk hingað til mín. Sveinin gerði svá, Hrútur dróf fingurgull af hendi sér og gaf honum og mælti, far braut og leita á engan mann síðan. Sveinin fór í braut og mælti, þínum drengskap skal ég við bregða síðan. Af þessu fekk Hrútur gott orð, síðan fóru þeir vestur heim og nú lokið þætti þeirra marðar. 9. kapítuli. Nú það til máls að taka að Hallgerður vex upp dóttir Höskulds og kvennafríðust sínum og mikil vexti. Og því var hún langbrúk kölluð. Hún var fagurhár og svá mikill hárið að hún mátti hylja sig með. Hún var örlind og skaphörð. Þjóstólfur hét fóstri hennar og var hann suðureyskur að ætt. Hann var styrkur maður og vígur vel og hafði margan mann drepið og bætti engan mann fé. Það var mælt að hann væri engi skapbætir Hallgerði. Maðurinn nefndist Þorvaldur, hann var Ósvífursson. Hann bjó út á Meðalfellsströnd undir felli. Hann var vel auðugur að fé. Hann átti eyjar þær heita Bjarneyjar. Þær liggja út á Breiðafirði. Þaðan hafði hann skreið og mjöl. Þorvaldur var vel styrkur maður og kurteis, nokkuð bráður í skaplindi. Það var einu hverju sinni að þeir feðgar ræddu með sér að hvar Þorvaldur myndi á leita kvánfang. En það fannst á að honum þótti sér óvíða fullkosta. Þá mælti Ósvífur, vil þú biðja Hallgerðar langbrókar dóttur Höskulds? Hennar vil ég biðja, segir hann. Það mun ykkur ekki mjög hent, sagði Ósvífur. Hún kona skapstór, en þú harðlindur og óvægin. Þar vil ég þó á leita, segir hann, og mun mig ekki tjóa að letja. Þú átt og mest í hættu, segir Ósvífur. Síðan fóru þeir bónorðsför og komu á Höskuldsstaði og höfðu þar góðar viðtökur. Þeir ræddu þegar örendi sín fyrir Höskuldi og vögðu bónorðitt. Höskuldur svaraði, kunnugt mér hag ykkar, en ég vil enga vél að ykkur draga, að dóttir mín hörð í skapi, en yfirlit hennar og kurteisi megu þitt sjálfur sjá. Þorvaldur svaraði, ger þú kostinn því að ég mun skaplindi hennar ekki láta fyrir kaupi standa. Síðan tala þeir kaupið og spurði Höskuldur dóttur sína ekki eftir því að honum var hugur á að gifta hana og urðu þeir á sáttir á allan kaupmála.
Síðan rétti Höskuldur fram höndina en Þorvaldur tók í og fastnaði sér Hallgerði og reið heim við svo búið. 10. kapítuli. Höskuldur sagði Hallgerði kaupið. Hún mælti: Nú ek að raun komin það, mig hefur lengi grunað að þú mundir eigi unna mér svo mikill sem þú sagðir jafnan þér þótti eigi þess vert að við mig væri talað þetta mál, enda þykir mér á þetta ekki svo mikils háttar sem þér hétuð mér, og fannst það á öllu að hún þóttisk var gefin. Höskuldur mælti: Ekki legg ég svo mikill við ofmetnað þinn að það standi fyrir kaupum mínum, og skal ég ráða en eigi þú, ef okkur skilur á. Mikil metnaður yðar frænda, segir hún, og það eigi undarlegt að ég hafa nokkurn, og gekk á braut síðan. Hún fann fóstra sinn Þjóstólf og segir honum hvað ætlað var og var henni skapþungt. Þjóstólfur mælti: Gerðu þér gott í skapi, þú munt vera gefin í annað sinn. Og munt þú þá eftir spurð, því að allstaðar mun ég gera að skapi þínu, að þínu skapi nema þar faðir þinn eða hrútur. Síðan tala þau ekki fleira. Höskuldur bjó veislu og reið að bjóða mönnum til og kom á hrútstæði og kallar hrút út til máls við sig. Hann gekk út og gengu þeir á tal og sagði Höskuldur honum kaupmála allan og bauð honum til boðs. Og vilda ég frændi að þér þætti eigi verð þótt ég gerða þér eigi orð, þá kaupið resk. Betur þætti mér að ég kæma hvergi í nánd, segir hrútur, því að hváregu mun í þessu kaupi gifta honum né henni, en þó mun ég fara til boðs ef þér þykir því. Það þykir mér víst, sagði Höskuldur og reið heim síðan. Ósvífur og Þorvaldur buðu og mönnum og var eigi boðið færra en 100. Maður nefndur Svanr, hann bjó í Bjarnarfirði, á bæ þeim heitir á Svanshóli. Það norður frá Steingrímsfirði. Svanr var fjölkunnigur mjög, hann var móðurbróðir Hallgerðar. Hann var ódæl og illur viðregnar. Honum bauð Hallgerður til boðs síns og sendi Þjóstólf eftir honum. Hann fór og váru vináttumál með þeim þegar. Nú koma menn til veislunar og satt Hallgerður á palli og var brúðurinn allkát og gekk Þórstólfur jafnan til tals við hana, en stundum talar hann við Svan og kvansk mönnum mikill tal þeirra. Veislan fór vel fram. Höskuldur leysti út fé Hallgerðar með besta greiðskap. Síðan mælti hann til hrúts: Skal ég nokkurar gjafir framleggja? Hrútur svaraði: Kostur mun þér af tómi að eyða fé þínu fyrir Hallgerði og lát þér staðar nema. 11. kapítuli. Þorvaldur reið heim frá boðinu og kona hans með honum og Þjóstólfur. Hann fylgði hesti hennar og töluðu þau jafnan. Ósvífur veik að syni sínum og mælti: Unir þú vel ráðinu, eða hversu fór tal með ykkur? Vel, segir hann, alla blíðu lét hún uppi við mig og mátt þú sjá mót á hún hlær við hvert orð. Eigi ætla ég hlátur hennar jafn góðan sem þú, segir Ósvífur, en það mun þó síðar reynask. Þau ríða þar til þau koma heim. Kveldið satt hún hjá bónda sínum og skipaði Þjóstólfi í næsta sér innarfrá. Pátt áttust þeir við Þjóstólfur og Þorvaldur og var þeim lítt að orðum, og fór svá fram vetrin. Hallgerður var fengsum og stórlynd, enda kallaði hún til alls þess aðrir áttu í nánd og hafði allt í sukki, en váraði var það búskarpt og skorti bæði mjöl og skreið. Hallgerður kom að máli við Þorvald og ræddi: Eigi munt þú þurfa að sitja til alls, því að bæði þarf í búið mjöl og skreið. Þorvaldur mælti: Ekki fekk ég nú minna til bús en vantir og endisk þá allt á sumar fram. Hallgerður mælti: Ekki fer ég að því þótt þú hafir svelt þig til fjár og hvaðir þig. Þá reiddist Þorvaldur og laust hana í andlitið, sá að blæddi og gekk síðan í braut og kvaddi húskarla sína með sér
og hrundu fram skútu og hlupu þar á 8 karlar og réru út í Bjarneyjar, tóku þar skreið sína og mjöl. Nú sagt frá Hallgerði að hún satt úti og var skapþungt. Þjóstólfur gekk að og sá að hún var særð í andlitinu og mælti: Hví ert þú svo illa leikinn? Þorvaldur veldur því bóndi minn, sagði hún, og stótt þú mér þá fjarri ef þér þætti nokkuð undir mig. Ég vissa eigi, segir hann, en þó skal ég þessa hefna. Síðan gekk hann á braut og til fjöru og hratt fram skipið 6 æru og hafði í hendi öxi mikla hann átti vafinskeftu. Hann stígur á skip og rær út í Bjarneyjar, og hann kom þar váru allir menn rónir nema Þorvaldur og förunautar hans. Hann var að hlaða skútuna þeir báru á út menn hans. Þjóstólfur kom að í því og hljóp upp á skútuna og hlóð með honum og mælti: Bæði ert þú að þessu lítilvirkur og óhagvirkur. Þorvaldur mælti: Hyggst þú betur gera munu? Það eitt munu við að hafask að ég mun betur gera en þú, segir Þjóstólfur, og sú komna illa gift þú átt og skildi ykkar samfarar skammar vera. Þorvaldur greip upp handsax eitt var hjá honum og leggur til Þjóstólfs. Þjóstólfur hafði öxina á öxl sér og laust á móti og kom í höndina Þorvalds og brotnaði handleggurinn, en saxið fell niður. Síðan færði Þjóstólfur upp öxina í annað sinn og hjó í höfuð Þorvaldi og hafði hann þegar bana. 12. kapítuli. Þá fóru þeir ofan menn Þorvalds með byrðarnar. Þjóstólfur tók til ráða skjótt, heggur hann þá 2 höndum í borð skútunar og gengu í sundur borðin 2 rúm og hljóp í skip sitt, en á skútunni fell inn sær kolblár og sökk hann niður með öllum farminum. Þar sakk ok niður lík Þorvalds og máttu þeir eigi sjá hversu hann var til gör, en hitt vissu þeir að hann var dauður. Þjóstólfur réri inn á fjörðin, en þeir báðu hann illa fara og aldrei þrífask. Hann svaraði engu og réri þar til hann kom heim og brýndi upp skipinu og gekk hann heim og hafði uppi öxina og var hún blóðug mjög. Hallgerður var úti og mælti: Blóðug öx þín, hvað hefur þú unnið? Nú hefi ég það gjört, segir hann, að þú munt gefin verða í öðru sinni. Dauðan segir þú þá Þorvald, segir hún. Sá sagði hann, og sé þú nú nokkurt ráð fyrir mér? Sá skal vera, sagði hún. Ég vil senda þig norður til Bjarnarfjarðar á Svanshól og mun Svanr taka við þér báðum höndum og hann svo mikil fyrir sér að þangað sækir þig engi. Hann söðlaði hest hann átti og steig á bak og reið norður til Bjarnarfjarðar á Svanshól og tók Svanr við honum báðum höndum og spurði hann að tíðendum. En Þjóstólfur segir honum víg Þorvalds með þeim atburðum orðið höfðu. Svanr mælti: Slíkt kalla ég menn eigi láta sér allt í augu vaksa að gera, og mun ég því heita þér að ef þeir sækja þig hingað að þeir skulu af því inna mestu skömm fá. Nú það til máls að taka að Hallgerður að hún kvaddi til ferðar með sér ljót svarta frænda sinn og bað hann söðla hesta þeirra, og vil ég ríða heim til föður míns. Hann bjó ferð þeirra. Hún gekk til kistna sinna og lauk upp og lét kalla til sín alla heimamenn sína og gaf þeim nokkur að gjöf öllum, en þeir hörmuðu hana allir. Nú reið hún þar til hún kom á Höskuldsstaði og tók faðir hennar vel við henni, því að hann hafði eigi spurt tíðindin. Höskuldur mælti til Hallgerðar: Hví fór eigi Þorvaldur með þér? Hún svaraði: Dauður hann. Höskuldur mælti: Þjóstólfur mun því valda. Hún sagði svo vera. Höskuldur mælti: Það mun mér síst í taumi ganga hrútur segir mér að hér mundi til mikillar ógiftu draga kaup þessi, en ekki mun tía að saka sig orðin hlut. Nú þar til máls að taka að förunautar Þorvalds að þeir bíðu til þess skip komu að landi. Þeir sögðu víg Þorvalds og báðu sér skips inn til lands. Þeim var létt þegar og réru þeir inn að Reykjanesi og fundu ósvífur og sögðu honum þessi tíðindi.
Hann mælti illa gefask ilsráðsleifar og sé ek nú allt eftir hversu farið hefur. Hallgerður mun sent hafa Þjóstólf til Bjarnarfjarðar en hún mun riðin heim til föður síns. Skulum við nú safna liði og sækja hann norður þangað. Þeir gerðu sá og fóru í liðsbón og var þeim gott til manna og riðu til Steingrímsfjarðar og til Ljótárdals og þaðan til Selárdals og svo til Bassastaða og þaðan hálsinn til Bjarnarfjarðar. Nú tók Svanr til orða og geispaði mjög. Nú sækja at fylgjur Ósvífurs. Þá spratt Þjóstólfur upp og tók öxi sína. Svanr mælti, gakk þú út með mér, lítils mun við þurfa. Síðan gengu þeir út báðir. Svanr tók geitskinn eitt og veifði höfuð sér og mælti. Verði þoka og verði skrípi og undur öllum þeim eftir þeir sækja. Nú frá því að segja að þeir Ósvífur riðu á hálsinn og menn hans, þá kom þoka mikil í móti þeim. Ósvífur mælti, þessu mun Svanur valda og væri vel ef eigi fylgði meira illt. Litlu síðar sé sorti mikil fyrir augu þeim svo að þeir sá ekki og fellu þeir þá af baki og týndu hestunum og gengu í fen ofan sjálfur en sumir í skóginn sá að þeim helt við meiðingar. Þeir töpuðu af sér vápnunum. Þá mælti Ósvífur, ef ek finna hesta mína og vápn, þá munda ek aftur hverfa. Og hann hafði þetta mælt, þá sá þeir nokkuð og fundu hesta sína og vápn. Þá egguðu margir á að enn skildi við leita atriðina og var það gjört og urðu þeim þegar inn sömu undur. Og fór svo 3 sinnum. Þá mælti Ósvífur, þótt förin sé eigi góð, þá skal þó nú aftur hverfa. Nú skulum við gera ráðvárt í annan stað og hefi ég það helst í hug mér að fara og finna Höskuld og beiða hann sonarbóta því að þar sæmnar ván sem nóg til. Þaðan riðu þeir til Breiðafjarðardala og nú ekki frá að segja en þeir koma á Höskuldstaði. Þar var þá fyrir hrútur af hrútstöðum. Ósvífur kvaddi út Höskuld og hrút. Þeir gengu út báðir og heilsuðu Ósvífri en síðan gengu þeir á tal. Höskuldur spurði Ósvífur hvaðan hann kæmi að. Hann kveðst hafa farið að leita Þjóstólfs og fundið hann eigi. Höskuldur hvað hann kominn mundu norður á Svanshól og það eigi allra að sækja hann þangað. Því ek hér kominn, sagði Ósvífur, að ég vil beiða þig sonarbóta. Höskuldur svaraði, eigi drap ek son þinn og eigi réð ek honum banaráð, en þó heldur þig vorkunn til að leita á nokkur. Hrútur mælti, náitt bróðir nef augum og nauðsyn að drepa niður illu orði og bæta honum son sinn og Rifka sá ráð fyrir dóttur þinni. Því að sá einn til að þetta falli niður, því að þá betur að fátt sé talað. Höskuldur mælti, vil þú þá gera málið? Það vil ég, segir Hrútur, og mun ég ekki hlífa þér í gerðinni, því að ef satt skal tala, og hefur dóttir þín ráðið honum banan. Þá setti Höskuld dreir rauðan og mælti ekki nokkura hríð. Síðan stóð hann upp og mælti til Ósvífurs. Takk nú í hönd mér og hansala niðurfall að sökum. Ósvífur stóð upp og mælti, eigi það jafnsætti að bróðir þinn geri en þó hefur þú sá vel til lagt, Hrútur, að ég trúi þér vel málið. Síðan tók hann í hönd Höskuldi og sættust þeir svá málið að Hrútur skildi gera og lúka upp gerðinni, áður Ósvífur færi braut. Síðan gerði Hrútur og mælti fyrir víg Þorvalds geri ég 200 silfurs. Það þóttum þá góð manngjöld og skal gjalda þegar bróðir og leysa vel af hendi. Höskuldur gerði svá, þá mælti Hrútur til Ósvífurs, ég vil gefa þér skikjugóða ég hafa út. Hann þakkaði honum gjöfina og unni nú vel við, þar sem komið var og fór heim. Þeir Hrútur og Höskuldur komu þangað til hjálpskiptis og urðu þeir Ósvífur á það vel sáttir og fóruð heim með féð
og nú ósigur úr sögunni. Hallgerður bað Höskuld að Þjóstólfur færi heim þangað. Hann veitti henni það og var lengi margtalað víg Þorvalds. Fé Hallgerðar gekk fram og gerðist mikið. 13. kapítuli. Bræður þrír eru nefndir til sögunar. Hét ein Þórarinn, annar Rægi, þriðji Glúmur. Þeir váru synir Ólefs Hjalta. Þeir váru vinningamenn miklir og vel auðgir að fé. Þórarinn átti það kenningarnafn að hann var kallaður Ragabróðir. Hann hafði lögsögu eftir Hrafn Hæingsson. Hann var stórvitur maður. Hann bjó að Varmalæk og áttu þeir Glúmur bú saman. Glúmur hafði verið lengi í förum. Hann var mikil maður og sterk og fríður sínum. Rægi var vígamaður mikil bróðir þeirra. Þeir bræður áttu suður Engey og Laugarnes. Þeir bræður töluðu Glúmur og Þórarinn og spurði Þórarinn Glúm hvort hann ætlaði utan sem hann var vanur. Hann svaraði: Hitt hafða ég nú heldur ætlað að hætta kaupfönum. Hvað þér þá í skapi, segir Þórarinn. Vilt þú biðja þér konu? Það vilda ég, sagði hann, ef ég gæta vel fyrir mér séð. Þá talði Þórarinn upp konur þær sem váru í Borgarfirði ógiftar og spurði ef hann vildi nokkur af þessa eiga og mun ég ríða til með þér. Hann svaraði: Enga vil ég þessa eiga. Nefnt þú þá að því þá þú vil eiga, segir Þórarinn. Glúmur svaraði: Ef þú vilt það vita, þá heitir hún Hallgerður og dóttir Höskulds í Dölum vestur. Eigi nú það sem allt segir Þórarinn, að þú látir þér annars viti að varnaði og var hún gift manni og réð hún þeim bana. Glúmur mælti: Má að hana hendi eigi slík ógifta í annað sinn og veit ég víst að hún ræður eigi mér bana. En ef þú vil mér nokkura samið veita, þá ríð þú til með mér að biðja hennar. Þórarinn mælti: Ekki mun mega að við gera, það mun verða fram að koma sem ætlað Oft kom Glúmur á þetta mál við Þórarinn, en hann fór lengi undan, en þar komum síður að þeir söfnuðu að sér mönnum og griðu 20 saman vestur til Dala og komu á Höskuldstaði og tók Höskuldur við þeim vel og váru þeir þar nóttina. En snemma morguninn sendir Höskuldur eftir Hrúti og kom hann þegar og var Höskuldur úti hann reið í tún. Höskuldur segir Hrúti hvað þar var komið manna. Hvað munu þeir vilja, sagði Hrútur. Engi hafa þeir örindi enn upp borið fyrir mig, sagði Höskuldur. Við þig munu þó vera örindin, segir Hrútur. Þeir munu biðja Hallgerðar dóttur þinnar eða hversu munt þú svara. Hvað þykir þér ráð, sagði Höskuldur. Vel skalt þú svara og segja þá kost og glöst á konunni, segir Hrútur. En í þessu tali þeirra bræðra ganga þeir út, gestirnir. Höskuldur og Hrútur gengu í mót þeim. Fagnar Hrútur vel Þórarni og þeim báðum bræðrum. Síðan gengu þeir allir samt á tal og mælti Þórarinn: Ég komin hingat með Glúmi bróður mínum þess örendis að biðja Hallgerðar dóttur þinnar. Höskuldur til handa Glúmi bróður mínum. Skalt þú það vita að hann vel mannaður. Veit ég það, sagði Höskuldur, að þið eruð mikilsáttar menn báðir, en ég vil og segja þér í móti að ég réð ráði hennar fyrri og varð óstað að mikilli ógæfu. Þórarinn svaraði: Ekki munum við það láta fyrir kaupum standa, því að eigi skal ein eyður alla verða. Og má þetta verða vel þó að hitt yrði illa, enda spilti Þjóstólfur þar mest Þá mælti Hrútur: Gefa munda ég yður til ráð, ef þér vilið eigi þetta láta fyrir ráðum standa, áður hefur orðið hagi Hallgerðar, að Þjóstólfur fari ekki suður með henni, þó að ráðin takisk, og veri þar aldrei 3 nóttum lengur nema Glúmur lofi, en falli óheilagur fyrir Glúmi ef hann lengur. En heimilt á Glúmur að lofa það, en ekki það mitt ráð. Skal nú og eigi svo fara sem fyrr að Hallgerður sé leynd, skal hún nú vita allan þennan kaupmála og sjá Glúm og ráða sjálf hvort hún vil eiga hann eða eigi, og megi hún eigi öðrum kenna þó að eigi verði vel,
skal þetta allt vélalaust vera. Þórarinn mælti, nú sem jafnan að það mun best gegna að þín ráð sé höfð. Þá var sent eftir Hallgerði og kom hún þangað og 2 konur með henni. Og hann hafði yfir sér vefjarmöttul blán og var undir í rauðum skarlatskirtli og silfurbelti sig, en hárið tók ofan í bringuna 2 megin og drap hún undir belti sér. Hún settist niður í milli þeirra, Hrúts og föður síns, og hún kvaddi þá alla góðum orðum og mælti vel og skörulega og spurði tíðenda, síðan hætti hún að tala. Glúmur mælti, kaup við föður þinn höfum við Þórarinn bróðir minn talað nokkuð að ég munda fá þín Hallgerður, ef það þinn vilji sem þeirra. Mund þú nú segja, þú ert skörungur, hvort það nokkuð nær þínu skapi, en ef þér engi hugur á kaupum við oss, þá viljum við ekki tala. Hallgerður mælti, veit ég að þið eruð mikilsháttar menn bræður, og veit ég að ég mun nú miklu betur gefin en fyrr. En vita vil ég hvað þér hafið talað eða hvað mjög þér hafið frammælt málinu. En svá lísk mér á þig að ég mun þér vel unandi verða ef við komum skapi saman. Glúmur sagði henni sjálfur allan kaupmála og veik hvergi af og spurði þá Höskuld og Hrút hvort hann hermdi rétt. Höskuldur sagðist fá vera, Hallgerður mælti þá, svá vel sem þér hefur farið til mín faðir þetta mál og þér, Hrút, að ég vil þetta að ykkur ráði gera, og skal þessi kaupmáli vera sem þitt hafið stofnað. Þá mælti Hrútur, það þykir mér ráð að við Höskuldur nefnum vátta, en Hallgerður festi sig sjálf ef lögmanni þykir það rétt. Rétt það, sagði Þórarinn, síðan váru virð fé Hallgerðar og skildi Glúmur leggja í móti jafn mikill og skildi vera helmingarfélag með þeim. Síðan fastnaði Glúmur sér Hallgerði og riðu þeir suður heim, en Höskuldur skildi hafa boð inni, nú kyrrt þar til menn ríða til boðs. 14. kapítuli. Þeir bræður fjölmenna mjög og höfðu valið lið, þeir ríða vestur til Dala og komu á Höskuldsstaði og var þar fjölmenni mikill fyrir. Skipuðu þeir Höskuldur og Hrútur annan bekk en brúðgumi annan. Hallgerður sat á palli og samði sér vel. Fjórstólur gekk með öxi reidda og lét tólglersta, og lét það engi sem vissi. En boðið var lokið, fór Hallgerður suður með þeim, en þau komu suður til Varmalækjar, þá spurði Þórarinn Hallgerði ef hún vildi taka við búi. Eigi vil ég það, segir hún. Hallgerður satt mjög á sér vetrin og líkaði við hana ekki illa. En várið töluðu þeir fjárhagi sína, bræður, og mælti Þórarinn, eigi vil gefa ykkur upp búið að Varmalæk, því að ykkur það hægst hönd, en ég mun fara suður í Laugarnes og búa þar. En engei skulu við eiga báðir saman. Glúmur mælti að svá væri, fór Þórarinn suður byggðum, en þau bjoggu þar eftir. Réð Hallgerður sér hjón, hún var örlind og fengsum. En sumarið fæddi hún meibarn. Glúmur spurði Hallgerði hvað heita skyldu. Hana skal kalla eftir föðurmóður minni og skal heita Þorgerður, því að hún var komin frá Sigurði Fáfnisbana í föðurætt sína að langfæðga tölu. Marin var vatn í ausinn og þetta nafn gefið. Hún óx þar upp og gerðist lík móður sinni að yfirlitum. Þau komu vel ásamt, Glúmur og Hallgerður, og fór svo fram hríð. Þau tíðindi spurðusk úr Bjarnarfirði norðan að Svanur hafði róið að veiðiskap várið og kom að þeim austanveður mikill og rak þá upp á veiðilausu og týndusk þar. En fiskimenn þeir váru að Kaldbak þóttusk sjá Svan ganga inn í fjallit Kaldbakshorn og var honum þar vel fagnat, en sumir mæltu því í móti og kváðu
engu gegna, en það vissu allir að hann fannst hvorki lífs né dauður. En Hallgerður spurði þetta, þótti henni mikill skaði eftir móður bróður sinn. Glúmur bauð Þórarni að skipta löndin, hann kvesk eigi það vilja, en ef ég lifi þér lengur þá ætla ég mér varmalæk. Glúmur segir Hallgerði, maklegur Þórarinn þess frá oss, segir hún. 15. kapítuli. Þjóstólfur hafði barið húskarl Höskulds. Rekur hann Þjóstólf í braut. Hann tók hest sinn og vápn og mælti við Höskuld. Nú mun ég á braut fara og koma aldrei aftur. Allir munu því fagna, segir Höskuldur. Þjóstólfur reið til þess hann kom til Varmalækjar. Hann hafði þar góðar viðtökur af Hallgerði en eigi illar af Glúmi. Hann sagði Hallgerði að faðir hennar hefði hann á braut rekið og bað hana á sjá. Hún svaraði honum því að hún kvesk honum engu mega heita þarfist hans fyrr en hún fyndi Glúm. Fer vel með ykkur, segir hann. Vel ástir okkar, segir hún. Síðan gekk hún til máls við Glúm og lagði hendur upp háls honum og mælti, skalt þú veita mér bæn þá ég mun biðja þig. Veita mun ég þér ef þér sæmði, segir hann, eða hvers vil þú biðja? Hún mælti, Þjóstólfur rekinn í braut vestan þaðan og vilda ég að þú leyfðir honum að vera hér, en ég vil þó eigi þvert taka ef þér lítið Glúmur mælti, nú þér þær svo vel, þá skal ég veita þér, en segi ég þér ef hann tekur nokkuð illt til að hann skal þegar á braut verða. Hún gengur til Þjóstólfs og segir honum. Hann svaraði, nú fer þér enn vel sem ván var. Síðan var hann þar og satt á sér hríð, en þar kom að hann þótti þar öllu spilla. Tók hann þá að hlífask við engan mann nema við Hallgerði eina, en hún veitti honum aldrei eftirmæli, þá hann átti við aðra. Þórarinn bróðir Glúms talði á við hann, hann lét hann þar vera, og hvað illa gefast mundu og fara enn sem fyrr ef hann væri þar. Glúmur svaraði vel og brá þó á sitt ráð. 16. kapítuli. Það var eitthvert haust að heimtur váru illar á fé manna og var Glúmið bant margra geldinga. Þá mælti Glúmur við Þjóstólf, gakk þú á fjall með húskörlum mínum og vitið ef þér finnið nokkuð af sauðum. Ekki mér fjárleið til hendar, sagði Þjóstólfur, enda það ærið eitt til að ég vil eigi ganga í spór þrælum þínum, og far þú sjálfur og mun ég þá fara með þér. Þetta var þeim að orðum mjög. Hallgerður satt úti og var á veður gott. Glúmur gekk að henni og mælti, illt höfum við Þjóstólfur nú saman átt og munum við skamma stund saman búa, og sagði allt það þeir höfðu við átsk. Hallgerður mælti þá eftir Þjóstólfi og var þeim þá mjög að orðu. Glúmur draf til hennar hendi sinni og mælti, ekki deili ég við þig lengur, og gekk á braut. Hún unni honum mikill og mátti eigi stilla sig og grét hástöfum. Þjóstólfur gekk að henni og mælti, sárt þú leikinn og skildi eigi svá opt. Ekki skalt þú þess hefna, segir hún, og engan hlut í eiga hversu sem með okkur fer. Hann gekk í braut og glotti við. 17. kapítuli. Glúmur kvaddi menn til ferðar með sér, en Þjóstólfur bjósk og fór með Glúmi. Þeir fóru upp Reykjardal syðra og sá upp hjá Baugagili og upp til Þverfells og skipta þar liðinu og fóru sumir í Skorradalsleið, en suma sendi hann suður til Súlna og fundu þeir allir fjölda fjár. Og þar kom þeir báru tveir sér, Glúmur og Þjóstólfur, þeir gengu suður frá Þverfelli og fundu þar sauði skerra. Og eltu sunnan að fjallinu, komust sauðirnir upp á fjallið fyrir þeim. Ámælti þá hvár þeirra öðrum og mælti Þjóstólfur við Glúm
að hann hefði til engis afla nema brölta á maga Hallgerði. Glúmur mælti: án illt gengi nema heiman hafi. Ég skal taka hæðirði af þér þar sem þú ert þrælfastur á fótum. Þjóstólfur mælti: það skal þú eigi að til að segja að ég eigi þræl því að ég skal hvergi undan þér láta. Þá reiddist Glúmur og hjó til hans með handsaxi, en hann brá við öxi sinni og kom í fetan og beit í ofan 2 fingur. Þjóstólfur hjó þegar í móti með öxinni og kom í öxlina og tók í sundur axlarbeinið og viðbeinat og blæddi inn úr sárinu. Glúmur greip til Þjóstólfs annarri hendi svo fast að hann féll við. Glúmur mátti ekki halda því að dauðinn fór á hann. Þjóstólfur huldi hræ hans við grjóti og tók af honum gullhring. Hann gekk þar til hann kom til Varmalækjar. Hallgerður var úti og sá að blóðug var öxin. Hann kastaði til hennar gullhringnum. Hún mælti: hvað segir þú tíðinda? Eða hví öx þín blóðug? Hann svaraði: eigi veit ég hversu þér mun þykja, ég segi þér víg Glúms. Þú munt því valda, segir hún. Svá segir hann. Hún hló að og mælti: eigi þú engi í leikinum. Hvert ráð sér þú fyrir mér nú, sagði hann. Far þú til Hrúts, föðurbróður míns, segir hún, og sjái hann fyrir þér. Eigi veit ég, sagði Þjóstólfur, hvort þetta heilræði, en þó skal ég þínum ráðum framfara þetta mál. Tók hann þá hest sinn og reið á braut og líkur eigi ferð sinni fyrr en hann kom á Hrútsstaði nótt. Hann bindur hest sinn á bak húsum, gengur síðan til dyra og glýstur á höggmikið. Eftir það gengur hann norður húsin. Hrútur hafði vakað. Hann spratt upp skjótt og fór í treyju og kippti upp háum skóm á fætur sér. Tók upp sverð sitt. Hann vafði möttli vinstri hönd sér og upp handlegginn. Menn vöknuðu við hann gekk út. Hann gekk norður vegginn og sá þar mann mikinn og kenndi að þar var Þjóstólfur. Hrútur spurði tíðinda. Ég segi þér víg Glúms, segir Þjóstólfur. Hver veldur því, segir Hrútur. Ég vá hann, segir Þjóstólfur. Hví reitt þú hingað, segir Hrútur. Hallgerður sendi mig til þín, segir Þjóstólfur. Eigi veldir hún þessu þá, segir Hrútur og brá sverðinu. Þetta sá Þjóstólfur og vil eigi verða sinni og heggur þegar til Hrúts. Hrútur brásk skjótt undan höggvinu og laust vinstri hendi utan á hlýr öxinni, utan á hlýr öxinni svo snart að öxin hraut úr hendi Þjóstólfi. Hrútur hjó með hægri hendi á fót Þjóstólfs fyrir ofan knéð svá að litlu loddi við og hljóp að honum í því og kratt honum hart. Hrútur hjó þá í höfuð Þjóstólfi og veitti honum banasár. Þjóstólfur féll á bak aftur. Þá komu út húskarlar Hrúts og sá vex og merki. Hrútur lét færa Þjóstólf í braut og hylja hræ hans. Síðan fór Hrútur að finna Höskuld og sagði honum víg Glúms og sá Þjóstólfs. Honum þótti skaði í láti Glúms en þakkaði honum vígi Þjóstólfs. Litlu síðar spyr Þórarinn Ragabróðir víg Glúms bróður síns. Hann ríður til 12 mann vestur til Dala og kom á Höskuldstaði. Höskuldur tók báðum höndum við honum og hann þar nóttina. Höskuldur sendir þegar eftir Hrúti að hann kæmi þangað. Hann fór þegar og daginn eftir töluðu þeir margt láti Glúms. Þórarinn mælti: vilt þú nokkuru bæta mér bróðurinn því að ég hefi mikils mist? Höskuldur svaraði: eigi drap ég bróður þinn og eigi rétt dóttir mín honum bana, en þegar Hrútur vissi þá drap hann Þjóstólf. Þá þagnaði Þórarinn og þótti vandask málið. Hrútur mælti: gerum við góða ferð hans, hann hefur víst mikils mist. Og mun það vel fyrir mælask og gefum honum gjafir og sé hann vinur okkar alla ævi síðan. Og fór þetta fram að þeir gáfu honum gjafir bræður og reið hann suður aftur. Þau Hallgerður skiptu bústaði várið og fór hún suður á Laugarnes
en hann til Varmalækjar og Þórarinn úr sögunni. 18. kapítuli. Nú það til máls að taka að mörður Gígja tók sótt og andaðisk, og þótti það skaði mikil. Unni dóttir hans tók fé allt eftir hann og var þá ógefin í annað sinn. Hún var örlind mjög og óforsjál fjárhagi og tók að eyðask fyrir henni lausaféð, sá að hún átti ekki nema lönd og gripi. 19. kapítuli. Gunnar hét maður, hann var frændi Unnar. Rannveig hét móðir hans og var Sigfúsdóttir Sighvatssonar hins rauða, hann var veginn við Sandhólaferju. Faðir Gunnars hét Hámundur og var sonur Gunnars Baugssonar, við þann kennt Gunnarsholt. Móðir Hámundar hét Hrafnhildur, hún var Stórólfsdóttir Hægingssonar. Stórólfur var bróðir Hrafns lögsögumanns, son Stórólfs var Ormurinn sterki. Gunnar Hámundarsson bjó að Hlíðarenda í Fljótshlíð, hann var mikilmaður vexti og sterkur, manna best vígur, hann hjó báðum höndum og skaut ef hann vildi, og hann vá svo skjótt með sverði að þrjú þóttu á lofti að sjá. Hann skaut manna best af boga og hæfði allt það hann skaut til. Hann hljóp meir en hæð sína með öllum herklæðum og eigi skemmra aft en framfyrir sig. Hann var syndur sem selur og eigi var svo leikur að nokkur þyrfti við hann að keppa og hefur svo verið sagt að engi væri hans jafningi. Hann var vænn að yfirliti og ljóslitaður, réttnefjaður og hafið upp í framanvert, bláeygur og snareigur og roði í kinnum, hárið mikill, gult og fór vel. Manna kurteistur var hann, harðgur jölu, fémildur og stiltur vel, vinfastur og vinavandur, hann var vel auðugur að fé. Bróðir hans hét Kolskeggur, hann var mikil maður og sterkur, drengur góður og örugur jölu. Annar bróðir hét Hjörtur, hann var þá í bernæsku. Ormur Skógarnef var bróðir Gunnars Löngitinn, og hann ekki við þessa sögu. Arnguður hét systir Gunnars, hann átti Hróar tungugoði, sonur Unaðins Óbarna Garðarssonar, sá fann Ísland. Son Arngunnar hét Hámundur haldi bjó á Hámundarstöðum. 20. kapítuli. Njál hét maður, hann var son Þorgeirs Golnis Þórólfssonar, móðir Njáls hét Ásgerður og var dóttir Áskels hersis ins ómálga. Hún hafði komið út til Íslands og numið land fyrir austan Markarfljót, milli Öldusteins og Seljalandsmúla. Sonur hennar var Holtaþórir, faðir þeirra Þorleiks Kráks, skógverjar eru frá komnir, og Þorgríms eins mikla og Skorargeirs. Njál bjó að Bergþórshváli í Landeyjum, annað bú átti hann í Þórólfsfelli. Hann var vel auðugur að fé og væn að áliti, en sá hlutur var á ráði hans að honum óx eigi skegg. Hann var lögmaður svo mikil að engi fannst hans jafningi, vitur var hann og forspár, heilræður og góðgjarn, og varð allt að ráði það hann réð mönnum, hógvær og drenglindur langsýn og langminnugur. Hann leysti hvers manns vandræði á hans fund kom. Bergþóra hét kona hans, hún var Skarphéðinsdóttir, kvenskurungur mikil og drengur góður og nokkuð skaphörð. Þeir áttu 6 börn, dætur 3 og sonur 3, og koma þeir allir við þessa sögu síðan.